Come in, come out, without a doubt, to stay with me on solid ground. You say I am your only man. Oh, babe, I do believe in you. So make it well, don't make it bad. Go let it flow into your head. Don't leave me lying in despair. Oh, babe, I do believe in you. Sail on into the sun. The wind is fair, the rain has gone. Release me, please me with your love. Oh, babe, I do believe in you. Oh, babe, I do believe in you. Það svona önnur stemming hérna verið á borði núna. Það komið góði gestir hérna. Edda Borg og Jóhann Helgason, verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Ég var að hugsa þegar ég var að hlusta á þetta, ekki svona ákveðin tónn í hérna lögunum hans Jóhanns? Þetta allt svo milt og fallegt og Ofsalega flott og þetta svo falleg mikið flauel eitthvað neginn. Þægilegt að hlusta á þau Já. og þægilegt að hafa þau í gangi og ef maður að gera eitthvað þá svona hjálpar það manni að ná einbeitingu. Já. Er það ekki, Jói? Jú, takk fyrir. Ég vona það. Já, ég kannski ekki með svo góð eyru, en það svolítið þannig að maður myndi þekkja lögin hans á færi svolítið. Þetta er Jóhann Helgason, eða ekki? Já, allavega hann alveg svakalega hittinn Já. á melódíur og samsetningu á lögum, sko. Já. Og enda á hann líka rosalega mikið af lögum sem hafa verið með þjóðinni í öll þessi ár. Já. Og svo ertu að gefa út plötu núna? Já. Já, það er 10 laga plata og 11 lögrindar. Björn Thoroddsen spilar lokalagi líka á klassískan gítar. Og það er svona strengja kvartett í því sem Þóri Baldursson útsetti. Og við tókum þetta upp, skal ég segja þér, í gamla hljóðrita hjá honum Kitta Hjálmi. Öll lögin fyrsta... Er það hljóðriti bara eins og hann var þarna í Hafnarfirði? 1980? Já. Sömu græðunar það? Já, en hann er búinn að bæta mikið að Kitti er búinn að... Já. Hann er búinn að safna sér. En það er sérstætt svona sound sem að... Já, það er líka bara... Þú veist, maður var þarna, þetta var annað heimili bara 70, sko. Gunni var þarna svo rosalega mikið að Þórðar, sko, eins og þetta var að vinna mikið með honum líka og það var bara líku við, sko, 2-3 í viku, bara allan áratuginn, eitthvað í gangi, sko, hvað sem voru plötur, raddanir, auglýsingar, hvað var, sko, og hérna... Og við tókum upp þarna 10 lög, sem sagt, ég tók upp með gömmunum sem eru Björn Thoroddsen, Þóri Baldursson, Stefáni Stefánsson, Bjarni Sveinbjörnsson og Sigfús Óttarsson. Fínir lögveruleikarar. Já, og við vorum búin að taka svona líklega 3 æfingar á þessi lög, sko. Ég samdi öll lögin 2023, svona laðist í lagasmíðar það ár. Og síðan bara hérna bókaði ég stúdíóið og við ætluðum að taka, sko, 2 daga í þetta en þetta var bara ein sessjón að því við vorum búin að æfa lögin, sko, að þá tókum við þetta bara upp og þetta var 1. maí 2024 sem við tókum þetta upp, sko. Bara öll í röð og einu upptaka á hverju lagi og Thank you very much og goodbye. Og bara live, sko. Og síðan ætlaði ég nú að syngja megnið þessu aftur eins og maður gerir nú gjarnan í seinni tíð en þegar við Kitti fórum að skoða þetta og ég fór að pröfa að syngja þetta aftur þá var það ekkit betra. Þú veist, það skapast ákveðin stemning, sko, þegar þú ert að syngja live með bandi og þú er bara slakur, þú ætlar við þetta hvað sem er hendum þessum söng. Þá ert ekki að setja einhverja stellingar, sko. Þá verður þetta alls svo miklu meira ríl. Þetta var svona Bílarnir
og þeir sem voru á undan þeim Sinatra og allir og Haukur Mortens, hann vildi alltaf geta live sko. Þannig þetta að hálfu leiti svona live Já, plata. það eru 7 lög live sko, svo tók ég hjá Bjössa Tóri í stúdíónu hans, hinn 3 sem voru ekki alveg því ég var eitthvað aðeins kærulaus. Þú ætlaði að spila plötuna, þú ert með gömmum í Bæjarbíói, Hafnarfirði? Já, við erum með gömmum og þetta verður okkur fullingist þarna á píano og kannski ég fæði að bæta með eins mér, við já. það að þeir voru náttúrulega búin að gera plötu með Jóa áður auðvitað. sem heitir As Time Goes By. Þá voru það svona gamla ameríska söngbókin Já. sem að gamlarnir spiluðu með Jóa Já. og það var svona undanfari að þessari plötu. Já, það var Night and Day og As Time Goes By og Casablanca og þessi lög sko sem eru bara krónverulög. golden endalaust sko. Og það kom til að því að við Bjarni maðurinn Eddi sko, við vorum á hérna Hótel Borg dinnermusik 92 að spila. Þá var ég sko, ég var svo hrifinn af þessum gamlu lögum sko, Someone to Watch Over Me, Night and Day, As Time Goes By, þetta er yndislega lög og ódöðleg sko. Og voru svo með eitthvað annað líka Dock of the Bay inn á milli, en svo tóði þessu lög alltaf í mig og ég hringdi í Bjarna sennilega 2022-1 eitthvað. Þessi lög bara, getum ekki gert eitthvað til að taka þetta upp hérna, þessi lög, þeir eru bara ég er alltaf að ásækja mig sko. Og svo hringdi hann bara stuttu síðar og þá var hann búinn að fá gammana með sér í það sko. Og tókum þetta upp hjá Stefáni Stefáns, hann er með stúdíóaðstöðu þar sem hann er að kenna upp í Árbæjarskóla og hérna tókum upp plötuna þar live og þar sem að mikrofónin þar var ekki það góður sko og eitthvað lag inn og annað þá þurfti ég að syngja það aftur hjá Bjössa. Þannig að það var ekki alveg eins og gamlu gaurinn gerði þetta en hérna, ég held að það hefnist bara mjög vel. Mér finnst þetta bara að hafa mjög fín plata sko. Þetta er þá músík sem þú manst eftir þig bara úr frumbensku eða? Eða gettist henni seinna? Já, þetta er allt sami sko 1930 eitthvað, elstu lögin 28-9 sko og 40 og þetta er bara eitthvað sem situr í mig sko. Þegar konu mín er að horfa á sjónvarpi og þætti, þá er ég að horfa á svartkvíta mynd á YouTube með Humphrey Bogart eða eitthvað sko. Leita einhverju svona nostalgískri minningu. Já. Ég velti fyrir mér að því að þessi ameríska söngbók og svona, hún gefur mann svona nostalgíusvip og þegar maður fær svona mat sem maður myndi eftir í gamla dag og eitthvað svona. Já. Og ég er að velta fyrir mér, annarkvort mann ég þetta hérna úr frumbensku eða ég hef bara lært að Ameríkonunum að þetta er svona good old times. Já. Þannig ég veit ekki alveg hvort þetta er ekta eða aðfengið. Þetta er sko, svo er þetta dálítið eins og hún Laufey sko, hvað hún fær góða móttökur að hún er dálítið með þessa gömlu músík sko, að því það er búið að vera dálítið mikið svona, ég veit það ekki, svona háaða músík mikið sko. Ágengari músík. Já, og það fólk, þetta er greinilega sko, fólk þarf eitthvað svona líka sko. Hefur gott af því sko, að því að En músíkið þín, hvaðan kemur hún? Ég var að reyna að rifja það upp sko, þegar ég sá eitthvað fyrst þarna Magnús og Jóhann í sjónvarpinu. Ég held að ég hafi verið, þú sagðir að það hafi verið 72, já, þá hefur verið 11 ára. Já, Mary Jane sko. Bróðir minn hafi flutt inn á heimilið svona raddaða músík og spiltir nass og það tók í. Þannig að maður fannst, ég hef ekki heyrt þetta áður á Íslandi, svona þennan tón. Nei. Og þetta er svona amerísku tónn, eða ekki? Já, sko við náttúrulega vorum með kanan í eyrunum alltaf og það var svo lítið í RÚV sko, það var pop-hotn eitthvað klukkan í hálftíma eða hvað það var sko, svo voru lög unga fólksins reyndar og svo óskalögin, en þá þurftir alltaf að hlusta alveg dópi á lögum sko, áður en að koma eitthvað 1-2 lög sem þú fílaðir sko. En við vorum pínlítið byrjaðar að semja sko, vorum með hljómsveit sko, spilum húsband í Rockville. Þar var hérna móðir Jóns Ólafssonar sem var skífunni og öllu því dæmi sko, hún var eiginlega umboðsmaðurinn okkar og fóstupappan svo var bílstjórinn okkar. Og við vorum svona húsband hana í gegnum þau sko, og hérna Rockville þá upp á velli. Já, upp á í Sangeri hana. Og skal ég segja þér þá vorum við pínlítið farin að fikta við að semja. Svo Maggi á sjóin 1970, þá var ég búinn að semja lag sem hét hérna sem var síðan litla músin sko.
þá samtíð sem 68 sko, þá hét það sko, þá var textinn I love Marianne, she is your daughter, I don't want another girl, Mr. Jones. Þannig þar kom þetta Mr. Jones, herra Jón sko. Staðfærði ég það sko. En svo kemur Maggi sko, Mr. Jones. Já. Maggi semst fyrir sjóin, ætlaði að vera skipstjóri og 70 og ég fór til Bolungarvíkur. Það var Ingi Kristinsson sem var bróðir fyrsta trommarins í Hljómum. Það þekktist nú allir inn í Keflavík og hann sagði að þetta var alveg geggjað að vera hann í Bolungarvík. Hann sko var í hljómsveitarna og sá sem væri með félagsheimilið sko væri í hljómsveitinni, myndi verið í hljómsveitinni og hann myndi sko, við fengjum öll jobbin. Hvaða ár var þetta? 70. En síðan sko, já, en svo var ekkert svo mikið að jobbum sko, þannig að ég lendi bara í Skelfisk og Löndun og ég er sko frá Bolungarvík og já. þessi umrændi maður sem að sá félagsheimilið leiði í kjallanum hjá mamma og pappa á þessum tíma. Þetta er skemmtileg tenging. Já, vorum í þessu að kalla Steinhúsið. Já. Og ég man þetta fyrsta máltíðin sko, ég sagði Ingi, hvað varstu búin að hugsa, hvað við múið borða hérna? Sko, þá var hann hérna með kjötfas á fransbrauð eitthvað og gáði eitthvað steikta pönnu. Og svo var einhver diskar hann að við borðum einhverju plötuspilaraloki hann. Svakalegt. Þetta kallar rónastek. Þetta var ævintýralegt sko. Og svo komu heim vorið og svo fórum við náttúrulega á Zeppelin tónleikana í höllinni maður, hann í júní sko. Það var hann að listahátti. Og þá byrjuðum við Maggi. Þá voru komni sko James Taylor, Crosby, Stills, Nash og Young og þá var allt þetta sko, við bara fórum alveg inn í þetta því við vorum bara kassagítara sko og byrjuðum að semja fullu bara og svo vorum konum með 10 lög eitthvað hvað var sko og tókum upp á kassetu og Ómar Valdimarsson fekk hana við spilum hann í Tónaberg á þjóðlagakvöld sem hann var með sko með alls konar atriði þar svona folksongs og svo dreifði hann henni og lét meðal annars Jón Ármannsson sem var með verslanir og plötu útgáfu og hann var mjög hrifinn og hann stofnaði plötu útgáfu nýja sem hét Skorpjón og þetta var fyrsta platan á þeirri stofnaði útgáfu fyrirtæki fyrir ykkur já, gaf okkur út sko og og seldist vel eða ekki? Þið slóðu í gegn bara Mary Jane var alveg svona radio hit sko og og síðan bara vorum við bara endalaust þú veist, við hættum í vinnunum okkar og það var nú dálítið brosað því komum nú aftur með skotta á milli lappana ég var að vinna þenni í bakari á Elli sko eitthvað já sko Maggi var já, hann sagði bara við skipstjórann ég ætla að vera tónlistarmaður og við bara höfum svo mikið að gera við vorum þarna á Verslunmannahelgin ég man eftir okkur í einhverju rellu með Ómari Ragnars og Kristni Hallsinni og einhverstað voru að fara eitthvað sko og útsýnakvöldum bara endalaust að gera sko og þetta skeður allt mjög fljótt sko á þessum tíma og hratt. En má ég spyrja þessar röddum skiptir það máli, fóru raddir ykkar vel saman? Er það þannig? Eða getur við bara svona sungið með hverju sem eða er það þannig að raddi farið misvel saman? Já, þær fóru einstaklega vel saman út af því að ég var með svona soft rödd sko en Maggi var eiginlega með svona hann var eiginlega svona Neil Young rödd sko hún var bara natural svona há það var ekki falsett það var bara röddin Þetta með Neil Youngin sem að þið vantar núna Já Við byrjum náttúrulega að starfa saman Gunni Þórðar leitt okkur saman já og hann alltaf var að leita á hvernig sándi fyrir það sem hann var að gera og ég og Jó, við smullum vel saman í röddunni já. Og höfum sungið alveg ógrynja lögum alls konar sungið bara við tvöröddum heila plötu með honum í loftinu mann ég og svo auðvitað miklu fleiri lög eins og Sóley þá voru við tvöröddum og svo sungum við saman einhverju fleiri voru nú með okkur í fyrstu Rása 2 stefíunum Já, við vorum kölluðist út í hljóðrita umtalaðan og þá var hann að gera stef fyrir útvarpsstöð sem átti að fara að opna það er svona frjálsari útvarpsstöð heldur en við þekktum sem Rás 1 var og við sungum þarna
vorum alveg heilan dag að syngja alls konar útgáfur. Getið þið gefið mér dæmi hvernig stefið var í upphafi? Við höfum átt að æfa þetta. Kunnið það? Rástfö. Það var svo mörg sko, svona lítil og mismunandi löng sko, en stutt sko. Og já, en þetta, við héldum sko, þetta væri bara eitthvað stutt projekt og sendur náttúrulega bara reikning fyrir vinnun okkar í stúdíónu, ekki grunað okkur þá. Þetta spilað í 30 ár. Já. Þannig að við vorum ekki góð í samningunum. Við höfum að fá samningum skött á mótinu. Það hefði verið eðlilegt, sko. Já. En þú ert ekki farin aftur þarna, þú komst ekki tilbaka með skottað milli lappana, þú ert búin að vinna í tónlist síðan. Nei, þetta var bara alveg glimrandi success. Já, en þú hefur verið með þína eigin tónlist, en síðan hefur verið að syngja fyrir aðra, þú hefur verið í bakgröndum, sungið og lýsingarstef, þú hefur eiginlega bara gert allt sem að þarf. Já, og ég sko, við vorum náttúrulega svo reyndu fyrir okkur erlendi sko, og síðan kom ég heim. Síðan kom ég heim og þá fór ég mikið að semja fyrir aðra sko. Ég var ekkert sérlega spenntur fyrir svona sólóferðli sko. Ég bara gert það svona, þú veist, jú, ég hef alveg gert það sko, en hérna. Já, má ég spyrja á hverju, ertu ekki spenntur fyrir sólóferðli? Ég bara, það er svo mikið vesen. Þú veist, þú þarft að vera, ég er ekkert mikið fyrir sviðsöldi, sko. Og ég skjóta inn inn í, ég dæli tekið undir hérna það sem að Jói að segja. Ég man þegar ég var lítið stelpa, var að horfa sjónvarpið, var að horfa á Jóa og Magga koma fram, og Jói, hann var svo ótrúlega cool, alltaf með þessi sólgleru, því. Og ég sagði, hver er eiginlega þessi gaur? Ekki datt mér í hug þarna, þegar ég var að horfa á, að ég ætti síðan eftir að vinna með þessum ótrúlega cool gæja og við erum ennþá að vinna saman. En það var að því að hann var feiminn og þú sagði mér líka einhvern tímann að það voru líka ljósin sem hann voru að fara svolítið í augun. Sem hann var með alltaf sólgleru. Sko. Já, það var bara. En hann er náttúrulega rosalega cool. Hann er mjög cool. Sko. Ég las einhvern tímann grein það sem var skrifuð af fólki í Vestur-Afríku sem sagði að það að vera cool kæmi þaðan, hefði farið til Karibahafið og smita síðan upp í Bandaríkin og þetta væri ennþá til í sko þorpum í Vestur-Afríku. Þetta er afstæðum það að ég læt ekki svona einhverja sveiflur í þorpinu hafa áhrif á mig, held bara mínu jafnvægi, en ég er ekki hafn á þorpinu, en ég er ekki háður því. Þetta er svo þau að vera cool og sem að síðan við ferðast heiminn, farið til Bandaríkina, farið í gegnum Kanan til Keflavíkur og inn í hann. Já. Herðu, en nýja músíkin? Já, nýja músíkin sko. Síðasta sólóplatan sem ég gerði, svona eiginlega sólóplata var 1999. Ég gerði hana plötur sko, mér var stórið aldrei svona, maður var komið svolítið á galeinu sem við kallum það Maggi sko, þannig að því það, þú veist, allt unga fólki var hana 90s sko. Þá var maður bara að láta sér að góða linda að vera að spila á einhverjum alls konar pöppum og eitthvað svona fyrir það komið pöpparnir sko á fullt. Og manni fannst þetta að maður var aðeins komið svona einhvern veginn svolítið niður sko, hvar er það? Að því við vorum á samning hjá Chappell sem höfundar. Chappell & Co. í London og Chappell það er elsta sko publishingfyrirtæki Beethoven skráði lögin sín hjá Chappell og að fá samning það sko, við sáum bara þú veist, þeir fengu sko, ég veit ekki sko 20 eða 100 á dag sem var bara hendi rusli sko, meðan við vorum þarna höfundar í 4 ár sko á samning og svo var ég komið nóg að þessu galið vesinni, þannig að þá fyrir ég að hugsa ánskotin hvernig væri að semja, gera plötu bara og á ekki geta fengið samning eða sem sagt publishing samning núna eins og þá sko. Þannig að þá 96, 7, 8 og 9 þá gerði ég sólóplötu hverju ári sko. Gerði fyrst Kef hana 96 og svo aðra Eskimo og svo LP og svo sóló sko. Það voru 4 plötur og svo gaf ég út plötur sem heitir Kundalini sem var safnað þeim sko og hún var reyndar, henni var dreift við það sko. Ég söng rættir inn á eitthvað af þessum plötum. Já, þú söngst einmitt, þú söngst rættir á Eskimo og Kef líka sko. Já, og
og það kom svolítið út úr þessu, það var eitthvað annar publishingan í Ástralíu, það var eitthvað í Suður-Kóreu reyndar sko, og svo var eitthvað að byrja að taka upp eitthvað lag í Bandaríkjunum og svona, þetta er orðið dálítið erfiðari tími þannig sko, 90 að því músíkin dálítið breyst sko, en svo þarf maður líka eiginlega að vera á staðnum, þú ert að vera í London, þú ert að vera á þessum stöðum sko, bara til að skilur það, en en þetta voru bara, ég hef been ánægð með þessar plötur sko, og svo gerði ég ekkert neinar sóloplötur fyrir sem slíkar fyrir en að Óttar bað mig að gera syngja sjálfur lög sem ég sami fyrir aðra sko, 2006 og hún heiti Söknur, þá tók ég allir þessi lög, þú veist Söknur seinna með Reykjavíkurborg, Karen og allt þetta og söngaði bara sjálfur sko, og Maggi var búin að gera svona plötu árið áður hjá Steinari af sínu lögum sko, Álvar og Jörðin og allt er munur á því þegar þú ert að semja bara fyrir annan, stundum bara einhvern svo veist ekki hver eða þegar þú ert að semja með eitthvað sem þú ætlar að fylgja sjálfur? Sko, já, ég verð að setja alveg sérstakar stellingar þegar ég semja fyrir mig af því að sko ef að lagið á að virka fyrir mig þá verð ég að láta röddina leiða lagið sko, þegar ég er að semja sko að því ég sami mikið við ljóð og texta sko, að þá er það komið skapalón og hughrif úr textanum bara eins og hvað sem Söknur eða eitthvað annað sko, að þá er komið þarna strax sko skapalón og hughrif og það er miklu auðveldara sko, en þegar þú ert að semja eða þegar þú semja fyrir mig þá er ekkert sko, og þá verði ég að láta sko bara, þá er maður bara í einhverju bara rugli að syngja bara eitthvað sko, það er þessi menn gera sko, og svo allt í einu kemur eitthvað stef og yfirleitt koma titlar með því sko, og þannig sem ég fyrir mig sko. Þú semur með röddinni? Já, það má segja það sko. Þú semur ekki á gítar eða píanó? Jú, það kemur enda fyrir líka. En það er röddir sem er eiginlega að draga það. Já, það eru lögarna sem að ég var með rafmagnsgítar sem að var ekki tengdur af því að það var kvöld, þú veist, þá heyrði svo lágt sko. Þá komu svona frasar sem að ég bjó síðan lög í kringum sko. Bjössi Tór spilar hérna svona leiðandi frasa og mér fannst þessi frasa báði góðir sko. Það eru tvö lög sem að lögin sko þessi frasar eru leiðandi sko, þannig að þá voru frasarnir sko sem að ég bjó til lagið í kringum, melodi í kringum þá en allar þessar plötur 90s voru á ensku og ég hugsa með mér er ekki mál að gera plötu á íslensku sko, náttúrulega, sko, ég er búin að semja svona næstu 500 lög sko, og eiginlega 400 af þeim eru alltaf íslensku sko, en svo ég leyfi mér að gera það sko, en ég ætla að gera íslenska sko, svo fer ég að semja fyrir mig og það kom bara enski titlar sko, þannig ég gæti ekkert fara að þegar að titlar koma það er svona ríl sko með laginu, það verður bara að halda því, svo sem ég bara í kringum titlana og fyll upp í það sko. Og titill er hvað? Titill og lagi er sko eins og She's Done It Again sem dæmi sko, þegar ég fór út til LA og tók með Kobba Mag þegar hann bjó þar, þá tók ég plötu þar sko, Tass og þá er ég komið með sko 9 lög og öll með titlum sko, en mér vantaði að semja inn í þá sko, og Kobbi var búin að fá demóið eins og She's Done It Again og eitthvað fleiri sem er á plötunni og og síðan reddar hann með textahöfundi sko, kemur í samband við textahöfund og og ég sendi honum þessi demó og She's Done It Again kemur tilbaka sem Time Stayed On Our Side Time Stayed On Our Side og Kobbi var búin að heyra demóið með She's Done It Again, hann sagði þetta gengur ekki maður, þú verður að hafa titlana sem þú ert búin að sem er komið með lögunum sko. Þannig að við fengum aðra stelpu til að gera þann texta upp í kringu þennan kórus og það saman með Karen sko, þar samdi ég bara Karen og svo sko það er svo erfitt að gera texta sko sérstaklega íslenska stundum en ég komst reyndar ótrúlega sko upp á lagi með það að þegar ég gerði rockóperun Fjallaeyvindan 2022
þá ég búin að tala við nokkra sko, að því ég ætla nú alls ekki að vera að gera 22 texta, það nógu mikið að gera 1 sko. En þá sko við getum komið sjálfum okkur óvart sko, því við getum miklu meira en við höldum. Og ég fekk engan sko, og ég sagði bara sétt maður að ég bara hendi þessu að salti þetta ennþá í 10 ári, menn þetta efni síðan 70s. Og ég pröfa að byrja bara. Og að því ég var búin að lesa bókina Saga fjallajöfundar, þú veist, þá fer ég bara eftir, þú veist, þetta bara story sko. Og ég byrjaði sko, og það kom svona, já, og svo bara fór ég þetta daginn eftir og þá laga maður eitthvað og svona, og svo bara fattaði, já, ég held ég bara geti þetta maður. Þannig að neyðin kennir naktri konu að spinna. Já, en maður fær enga textahöfundur, þá verður maður textahöfundur. Já, því við erum oft, við nennum oft ekki að leita, sko, maður bara, já, þegar að neyðin, sko, þá verður maður, þú veist, þetta á við alla, sko, við getum miklu meir en er á yfirborðinu sjálfsögur, sko. En ég myndi segja hérna, Jóhann Helgason, lagahöfundur, söngvari. Já, bara tónlistarmaður. Tónlistarmaður. Talandi hann mjög afgerandi söngvari, eða ekki? Og hann frábæra falsett. Það ekki allir sem geta sungið þarna, sem hann alltaf að syngja eða til að syngja. Já, við byrjum snemma. Ég ætla að fá að segja með She's Done It Again, æðislegt lag, alveg frábært lag. Ég held alltaf að það væri Billy Joel og það voru mjög margir sem heldur það sko. Það samtaði erlendis, en það var hún líka að tekja upp í LA sko. Já, og píjónuleikarinn gerði þetta aldrei svona þannig píjónu sko. Já. En þú talar amerísku söngbókina og svona. Já. Lögin þín eru svolítið svona, þetta amerískt. Já. Þetta einu amerísku öld. Já, líklega, jú. Frekar en enskt eða maður getur greint þar á milli. Já, það getur verið að sé rétt, sko. Já. Það sé kanin. Já, það er kanin, sko. Já, sko, maður heyrði náttúrulega aðalega ameríska músík þar og þetta einstaka brest, sko. Þið er náttúrulega fyrsta kynslóðin þarna í Keflavík sem elst upp í amerísku menningarheimi. Já. Núna búið þar allir í amerísku menningarheimi, Henrik. Já, það við þurfum að, en hins vegar ég sko mikill svona íslensku maður og hérna málvönduna maður sko og búin að gera, sem ég segi, búin að gera sko lunganum mínu efni á íslensku og saman mikið við ljóð og ljóðaplötur og allt það. Ég bara svona hljóminn og en við þurfum að passa íslenskuna alveg sérstaklega sko. Þá ég að tala bara sko fyrir komandi áratugi að því við erum, þú veist, með erlend vinnuafl sem talar ensku og við tölum ensku við þá og við þurfum að gera miklu meiri í því að styðja bara að vera skylda bara að læra íslensku bara til að þetta mál, þú veist, feit ekki bara smám saman út. Þið poppararnir á þinni kynslóð voru nú aldrei skammaði fyrir að vera að syngja á ensku. Já, það var bara myndirðu taka undir það í dag? Nei. Það er algjört rugl. Það hefur ekkert með íslensku að gera, það syngja á ensku. Þetta er bara alveg svo ítalskan í tungumál óperunar, þá er enskan tungumál popsins. Það er bara ekki öðruvísi. Þú syngur ekki poplu á þýsku eða færisku eða dönsku sko. Gef mér billið, þú fór en flífimaskína. Það er svolítið fyndið. Verður svolítið fyndið. Já, en við erum auðvitað sem betur fer búin að aðla okkur að því og það bara kemur mjög vel út hérna og ég er bara í 7. himni yfir öllum sem syngja á íslensku sko og þetta er bara einhver luxus vandamál fyrir mig að það kemur alltaf á ensku sem ég geri fyrir mig og svo sem ég fyrir allar á íslensku. En hitt er annað mál að lög sem ég sami eins og ég gef þér allt mitt líf og seinna meir, þau byrjuðu allavega á ensku. Ég gef þér allt mitt líf var I give my everything og seinna meir var eitthvað, ég man það ekki. Þetta er góð kennsla í íslensku. Ég var að spá í seinna meir sé ég þér. Ég skildi þetta seinna meir sé ég þér að því maður heyrir ekki það er góð íslensku kennsla sé ég við þér. Það langar að leiðrétta texta. Ég bara var ekki að botna í honum. Nei.
Nei, maður heyrði nú ekki oft ensku textana, maður var að setja nálinn og plötun alltaf endalaust að því við vorum að kópera lög sko í rofum og nesmunum og svo hélt ég einhvern veginn að ég væri búin að finna alveg textana einhverju lagi hérna og að því við vorum að spila í pása mjög hljómum sko, ég var að sýna Rúna þennan texta þess að þetta var þvílíkt bull hjá mér sko teki bara snarvittlust upp sko og maður heyrði ekki neitt sko, almennilega. Magnús og Jóhann var náttúrulega merkilegt fyrirbrigði, en þú ert Changed, þú nefndi það áðan. Já. Það er svolítið svona orðsporið að Changed svona fólk segir þetta með svona hálfgerðu glotti. Já, ég held að sé. Þú alltaf verið að byrta myndina í búningunum. Já, ég held að sé. Frábærir búningar. Kannski koma þér aftur eftir daginn. Alltaf. Já. Hvaðan komið sér búningar? Sko, Change kemur til að því að ég, sko, við Maggi byrjum hana, sko, platan kemur út vorið 72, Mary Jane og allt þetta og síðan verð ég áskrifanda blaði sem tímaritnum Melody Maker og þá eru David Bowie og Mark Bolan og T-Rex að slá í gegn. Þeir eru á hverja einustu blaði sem við leikum við, sko, þvílíkir anskotar stöðfarar og ég heyri lög svo Starman og Get It On og ég sé maður, shit maður, þetta málið og við erum hérna sitandi og spilandi á kassagitana, sko. Og þá, samtíði ég og hringdi í Magga, því við hringdum alltaf á milli og leiðum að heyra ný lög, það því hann var í Njarðvík, sko, það var einhver bílar hana. Hringduðu? Já, hringdum á milli. Söngstu lagið í símanum? Já, söngum í símanum, og sagði, ég var að semja hana og við fáum samning, ég held að fáum samning fyrir þetta ellendi, sko. Og Maggi fékk hérna frænda sinn, Magnús Magnússon, sem var þá, hann var þarna þá með Ólís þarna, og var síðar stór útgerðarmaður og eignamaður sko og með hafskip sko og var bóla þaðan út í Pellibröðum og hann, Maggi, við förum til hans í Ólís, pínulítil bensinstöð og Maggi spyr hann hvort þessi til að fjármagna þetta sko að við förum út að því ég haldi að við fáum samning út á þetta svona, þetta sé fínt lag og hann, já, ok, og við förum út til London sko og við fæ Gunna með okkur til að ég var með strengjalín í huga hann í lokinu á laginu til að og Gunni kemur heim hana til mín í Keflavík. Gunni Þórðar? Já. Og hann útsetur þessa strengjalínu og útsetur svo strengi í B-hliðalagið, rosa flott lag sem Maggi gerði á B-hliðina. Og við förum þarna út, fáum einn dag eða halvan dag eða hvað var eða einhverja klukkutíma í stúdíóinu hjá Náttúru sem að vera að klára fyrir Ámundason plötuna Magic Key, Kalli Sigvarts og Shady og Bjöggi Gísla og allir þeir. Mjög sögufræg plata. Já, æðisleg plata. Og þau voru hérna búin að klára og við ætlum að fá þau til að spila undir sko. Í Ekkert í Ekk. Og hérna og síðan tökum við lagið upp Gunni og Bjöggi eru þarna með frasana á gítarinn down saman sko ég spilaði bassan, Kalli Sigvarts og orgelið og við rödduðum við Maggi og Kalli og Shady hérna undir sko og svo var strengjarleikar þarna einhverjir enskir sko og sem spiluðu líka í B-hliðalaginu og svo þegar Ekkert í Ekk við erum búin að taka það upp sko og við erum að hlusta tilbaka þá kemur eigandi Cliff Cooper sem var framleiðandi á Óransmagnurum sem Stevie Wonder og Fleetwood Mac og þeir voru nota og hann var nýbúinn að stofna plötuútgáfu og hann heyri lagið og hann staldra við og síðan þegar lagið búið þá segir hann hey guys, I want to get a deal with you það var að gera samning við okkur sko og það voru allir uppveðraðir, ég held að vera að gera samning við hljónstinni eitthvað en þá var hann bara að tala um þetta eina lag sko og við gerum samningin og hann var svona á svipuðu nótum og allir samningar á þessum tíma í Beatlunum öllum, það var einhver pensi eða hvað það var sko það var bara þannig standard sko samkvæmt lögum og allir því sko byrli. en við sömdum það að fá að eiga alla plötusölu heima og já, það var að setja inn í samningin og síðan kemur platan, þetta var sko í október 72 svo fáum við eintökin send heim var ekki hvað var eitthvað magna eintökum sko 2-3 hvað var sko og þá þetta bara Óransmiðin sko og ég sem að geta smeg og þá stendur Change þá var hann bara búin að finna þetta nafn á okkur og út frá því stofnum við hljómsveitina Change með Bigg og Sigga sem voru hætt í Svanfríði með Pétri og við förum út til Órans til að klára LP-plötu sem að
eða taka upp LP-plötu réttara sagt sko. Fórum frá henni hálf karaðri sko og 73 og svo 74 ætlum við að fara aftur út og klára hana sko, en þá var Cliff Cooper eiginlega búin að missa áhuga á þessu efni að það var ekkert hitt hana eins og ég geti sko og þá var það Koppi sem var að núti að hann kom ykkur í samband við Steve Rowland sem var frá Kaliforníu og hafði verið úr leikarafjölskyldu, hafði leikið í Roe Hyde og hann var hann umboðsmaður fyrir Dave D. Dozy, Picky Mick og Tick sem voru búin að gera marga smelli og Koppi lefa hann að heyra lag sem heitir Sunshine sem ég söng, lag eftir Magga sem var eitt af þessu lögum sem við tókum upp í Jóran sko, sem að Cliff Cooper fíla ekki og og hann Koppi leyfir Steve Rowland að heyra þetta og hringi svo í okkur og segir ég umgrindur gullplötun og manni Steve Rowland sem hann var að heyra á Sunshine hann spurði reyndar is it a boy or a girl sem var að syngja lagi alltaf spesöngur í þessu sko en þannig að við förum út og hann ætlar að gera plötuna með okkur og hann hitti mig í Chapel Studios þegar ég kom þangað þá hafði hann sendt vin sinn sem var æskufélag hans í LA sko Steve Rowland bjó í Beverly Hills en þessi vinur hans H.B. Barnum hann var svona ekki slömmur en hann var bara svona bjóð hann bara einhvers staðar en þeir eru góði vinur sko í gegnum tónlistan eru báðir svona og þá tekur H.B. Barnum á móti okkur sko og við vissum ekki þá að hann var margfalt frægar en Steve Rowland sko hann var búin að útsetja fyrir ég veit ekki Frank Sinatra, Barbra Streisand alla hann úti sko Aretha Franklin, ég veit ekki hvað og hann, og við setjumst þarna við flílinn og hann segi leyfið mér að heyra eitthvað sko og við sungum hann fyrir hann spilum hann Blueberry Bush, það var eitt af lögunum og sennilega eitthvað annað sko og hann segi bara og við segjum já okkur langar til að gera plötu fyrir Ísland sko sem var nú bara meiningin og hann segir okkur að gera plötu fyrir Ísland ég meina, gera bara plötu fyrir heiminn og og þá það bara og þá var það þannig að sko Maggi frændi Magga hann fjármagnar plötuna og hún kemur út fyrir jólins það var þannig að bara, já við tókum upp sko æfðum, leigðum hús bara fórum út þegar að leigja 2 hús og æfðum í bílskúrnum alltaf kvarta kona við hliðina út af trommónum sko, þó við vorum búin að eggja baka og alls konar dót en það var ekkert annað en að æfa þetta við bara æfðum lögin, 10 lög sem vorum með og svo förum við í Chapel Studios og H.B. Barnum tekur þetta upp og svo segir hann, svo ég að fara hann var að vinna með T-Rex einmitt og Osmonds þess vegna var hann í London ég ger einhver sjónvarpsþátt fyrir Osmonds og útsetja strengi fyrir T-Rex og þá segir hann ég tek þetta með mér til LA sko ég með stúdíó þar og fyrsta flokks hljóðfæraleikar og ég ætla að setja út fyrir þetta strengi og blástusljóðfæri og alls konar svo fáum við þetta við búum úti náttúrulega við erum í húsunum bara og erum bara að bíða og svo fáum við þetta tilbaka og þá finnst okkur eiginlega sko allt og mikið af strengjum og öllu dótinu og Siggi bara horfinn með trommur og við fáum Steve Rowland til að endurhljóðblanda þannig að hann kemur og endurhljóðblandar og setur bandið hans meir inn og þetta voru náttúrulega geggjaðar útsendingar sko og svo kom hann umboðsmaðurinn í spili hann leist vel á sig lög sko hann heitir Paul Robinson, hann var umboðsmaður fyrir einhvern mjög frægangur hann úti í Ameríku gamlan sem Björki dýrkaði, ég man ekki alveg dottið úr mér og hann vil vera umboðsmaður og hann fær svona hönnu til að gera cover sko sem var svona frosinn plötuspilari og okkur fannst þetta alveg geggja því við vorum bara búin að fá umslóð kassagerðinni fram að því heima sem voru ekki með neinum kýli og eitthvað, engin glans á þeim þannig að þetta var alveg svakalega flott og svo fyrir við heim á jólun og þetta bara selst vel og síðan kom upp hugmynd að bæta Bjögga inn og Tomma
Tom sem var úti að spila sko. En Kobbi hafði spilað á píanó reyndar með okkur á þessari Change-plötu. Já. Og Tommy og Bjöggi semst komin í bandið og það gerður nýr samningu við Chappell þar sem þeir sjá helminginn á móti Magnúsi sko, Magnús með uppihald svona eitthvað lágans, við fengum alltaf svona matamiða við fórum stúdíu á hverjum degi bara með lestinni og byggum hann í Kent, Dartford og Bexley Heath 2 húsum sko og vorum hann bara, þú veist, fórum alltaf í lest Charing Cross og löpum bara niður í Chappell Studio sem var í Bond Street New Bond Street og það hljóðfæraverslið niðri og svo fær Paul Robbins og eru búin að taka upp hann að lög og þá vilja þeir setja þessa búninga sko, þeir segja að það er allir þú veist og við hugsaum okkur þetta, Maggi var sérstaklega ekki hrifinn að fara í svona búning sko og við hugsaum, já, ok ef þetta, þú veist, ég hugsaði bara já, ok, ef það gengur eitthvað lag þá getur maður bara hætt þessu og hérna fara að semja fyrir aðra eða eitthvað ef maður næri einu lagi, sko, að maður komið smá pening maður vissi svo sem ekki hvernig þessi bransi gengur fyrir sig en við vorum sendið til frægs klæðskera sem var að sauma þetta á alla, sko og svona hvíta plattformskó og svo vorum við hérna, þetta sér sniðið allt, sko fyrir hárgreiðslu, svo voru að tegna myndir að því Paul Robinson var búinn að fá samning hjá EMI sko það gefa út þarna singles hjá EMI sko og hérna og við fengum þau líka í sjónvarpsþætti hjá Bay City Rollers sem að það var ekki háskrifað band hjá mér sko en við vorum svona gestir þeirra sko en þarna var þorskastri í hámarki sko og Ísland var ekkit sérlega sko í vinsælt sko og allavega við tókum hana 2 lög eða hvort það verið 1 og 2 þáttum með þeim sko Þetta var vel mennur hljómsveit Já Varstu ekki að reyna að fá Change-búningana til að láta okkur við líka á tónleikunum? Ég byggi á sinna í safninu en þú kæmist í þinn, það er ekki margir sem getur gert það já, 50 árum síðar Sko við fórum heim sumarið og spiluðum hérna alveg kringu landi sko í búningunum og enduðum á Hótel Sögu og fórum svo með Sunnu til hérna Mallorca eða Costa del Sol og þar spiluðum við í klúbbi bara sundlaugabar með þar í búningunum það var dillinn sko að fá allir að fara út og við vorum búin að vera hann í mánuð og vorum alveg að gefast upp að vera hann það var svo heitt, Tommi var að kvarta sko. Heitt að spila í búningunum? Já, bara við vorum leiður að vera, ekkert að gera eða þú veist, spila í einhver klukkutíma hann svo fyrir við bara heim og síðan er stefnan tekin út sko aftur og þá einhvern veginn sko þessar singlar voru ekki að meika alveg sko og við vorum komið með hérna útsetjara sem að við vorum að ratta og að mikið og svona og þá koma svolítið þreyta bara í þetta sko við fórum allir svo heim jólin, Maggi var eftir hann í fjölskyldu Það er ekki gaman að vera í hljómsveit ef það gengur ekki nógu vel Nei Það er árangurinn dregur fólk áfram Já, þetta er sko líka bara þú veist, við vorum með konur og börn sko Siggi var með konu og 2 börn Maggi var með konu og 2 börn Björgum voru með kærastunur okkar sko og hérna Byggi líka sko síðan bara var ekki þú veist þetta var ekki rosalega mikið svona unit svona móralslega allt saman sko þannig út af því líka að það var ekkit svakalega mikið að borða Matarmiðarnir þú sagði það ekki matarmiðar hvert fórstu með matarmiðar? Jensen kom einhvern veginn í heimsókn og opnaði ísskápinn, það var eitt laukur eitthvað og Siggi var stundum duglegur að búa til svona kássur svona úr hakki, við fórum í co-op og kartöflum En matarmiðarnir, hvar gastu keypt? Já, það var bara veitingastæðir sko þannig að stutt frá Chappell bara þannig niður í bæ sko þannig að það var bara fínt en ég var dálítið trikki sko með hérna við þurftum alltaf að borga í lestina sjálfur sko fyrir þetta klingsi og vorum með dagpenninga en við fengum svona bleika lesta með sko og við reyktum nú allar á þessum tíma ég byrjaði reyndar ekki að reykja fyrir en ég flutti til London þegar það var að vera að auglýsa sígarettur og ég var svona, já, þetta máli
Það svona billboard út allt sko og auglýsingar í útvarpinu. Sem svona dæmi það að auglýsingar á ávana og fíkniefnum það virkar. Það að taka þetta svenskt drasl út sko. Algjörlega. Bjarga mönnum eins og þér. Alveg. Ekki spurning sko. Herra Jón, þú þarft eiginlega bara að koma hérna og segja því að það svo margt sem að þú hefur gert sko. Já. En þú komst með diskói til Íslands með þú og ég, ekki? Já, það var Steinar náttúrulega sem að bað Gunni að gera þetta sko. En ég bjargaði þeim með því að Gunni fekk enga söngkonu og það var bara þetta niður sko, þetta út af uppfyrir sko, Helga neðana Ragga og Ellen sko, þær voru fastar hjá Jóni Ólafs. Það mikið samgefnum milli Steinars og Jón sko, og hann vildi ekkert fara láta þær á silfurfati til Steinars með ykkur og svo kannski vildu þær ekkert, ég veit ekkert það, en annars var Ragga búin að vinna mikið með Gunna og Ellen eflaust líka eitthvað. En þá myndi ég eftir Helgu út af því að við höfum verið saman í Celsius árið sko 77 sko og hún kom upp í hljóðrita bara hana alveg kassa ólétt og söng lagið mitt í Reykjavíkurborg og Gunni bara var algjörlega að kaupa það og þannig var sá dúið til sko. Það líka frábær söngur hún Helga. Það er að koma plata og svo ætlaði að vera með tónleika í Bæjarbíói hérna þið hefur gert þetta allt sem að milljón sem áður. Já. Er eitthvað svona spenningur við að vera að halda tónleika? Já, sko, maður er það er alltaf spennandi, sko. Já. Og svo hefur maður svona náð að höndla þetta eins betur með árunum, sko, þetta var ekkert alltaf, þú veist, maður var oft með alveg, sko, ekkert alltaf góður í þessu, sko. En sem betur fer alltaf ákveðin spennu? Nei, bara þessi framkomum og svona maður var voðalega svona eitthvað vandræðalegur held ég. Já, og feimin, viltu fela það bak við hátalarna? Já, ég svo hætti. Það var sagt Rúnar eða ekki að hann hefði helst fela sig fyrst bak við hátalarna? Já, þetta nú algengt og bara kannski bara eðlilegasti hlutur í heimi, menn vilja aðeins svona og líka bara, þú veist, fá stundum nóg af þessu, sko. Og bara gott að geta aðeins svona verið svona, já. En það skiptir líka máli að vera dreigja gardínur aðeins svona. Spila tónleika með fólki sem að maður þekkir vel og eru vinir manns. Já. Þá höfum við bara gaman af þessu. Já. Og gaman af því að flytja frábæra tónlist. Já. Það er alveg. Og svo er þetta svo mikið atriði sko að líka bara fyrir fólki. Maður er meira að gera þetta fyrir fólki, þú veist. Maður sjálfur, þú veist, maður getur verið að pæla í því hvað sjálfur eitthvað. Það er bara þjónustustarfi. Já, er rauninni þannig sko. Það þjóna fólkinu og laginu og textanum koma þessum besti skila sko. En finnst þér alltaf gaman að vera með svona bílskúrsbandi gamalla kalla að spila? Er það alltaf að gera gaman? Þetta er alltaf að gaman og það sem mér finnst svolítið skrítið nú er sko ég verið 60 á næsta ári og mér finnst þetta alltaf skemmtilegt. Ég hélt þegar ég var yngri að þennan aldur það var ég hætt þessu. En þetta er bara rétt að byrja. Já, við erum komin á sama stað á jazzarni, sko, við erum ekkert sjáðu bara Stones og alla, þú ert ekkert þó að þeir auðvitað vanti smellina, sko, smellinni koma mest þegar þú ert á milli 20 og 30. En þeir minnst, sko, Stones er svolítið að reyna að bara leika sjálfa sig eins og þeir voru ungir. Já. En jazzararnir og fleiri þeir þroskast og þróast og svo náttúrulega talandi svona amerísku söngbókina og þú veist, menn eins og Dylan sem fara bara gegnum ólík æviskeið og eru ólíkir eftir því tímanum. Finnst þér þú breytast eða ertu? Sko, ég er alveg, sko, mjög krítiskur á það sem ég og sérst ekki síst fyrir sjálfan mig, sko. Þannig ég verð algjörlega gúttir eitthvað einasta lag, sko. Og mér finnst þessi lög, sko, ekkert síðri en það sem ég var að gera, sko, sem ungu maður, enga veginn. En öðruvísi? Já. Ég er miklu agaðri í flutningi, finnst mér, sko. Á seinni árum heldur en ég var til dæmis í Change, sko, þá var ég ekkert búin að finna alveg, sko. Þá var maður ennþá pínlítið að stæla einhverja svona aðeins, svona. En nú er maður bara, þú veist, að bara syngja þetta bara algjörlega natúral eins og ég segi, ég læt röddina ráða þegar ég sem fyrir mig, sko. Þú er pröfað að vera 60 og getur sagt vettu að hún þurfi ekkert óttast? Já, það er bara 50 eins og maður segir alltaf, sko. Þetta fer alltaf, miðað við þegar við vorum ung, sko, þá varst orðinn gamall bara 30, sko. Eitthvað.
Ég hugsa stundum líka íþróttamennina, þessar frábæru íþróttamenn sem eru að leggja skóna á hilluna 30-35 ára gamlir eitthvað svona. Þá eru alvöru hljóðfæraleikar í rauninni að taka við sér og verða betri og verða ennþá betri. Já. Þannig að þeir eru eins og strákarnir í gömmum, þetta er alveg eðal hljóðfæraleikar. Finnur ekki betri hljóðfæraleikar. Svakalega góður. Hver öðrum betri, sko. Já. Allir með rosalega reynslu. Sína alveg snildar taktaðana á plötunni, sko. Svo rættir sem að þroskast ólíkt að þess bassarnir að þeir verða ekki almennilegi fyrir eftir 50 í óperuheiminum. Já. Svo er þetta bassarnir alltaf miklu eldri. Já, röddin getur verið mjög viðkvæmt hljóðfæri fyrir marga, sko. Það er mjög misjafnt, sko. Herðu, þið byrjuðu á því að gefa okkur svona tóndæmi. Má ég byrja ykkur að enda á gefa okkur smá? Já. Og meðan þeir ákveðu hvað það þá ætla ég bara að kveðja hlustundur og þakka öllu gestunum sem hafa hingað komið í kvöld og ykkur fyrir sem hafið verið að hlusta og horfa. Minni á að samstöðin er keyrð áfram af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Svo getur slegið því þannig út með að fara inn á samstöðum.is þar hnappir sem stendur á áskrift. Það getur skráðið fyrir áskriftinni sem er 2.750 krónur, það mátt borga meira vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við skulum enda rauðaborðið núna á óvanalega hátt á ljúfum tónum. Já, taka hérna eitt gamalt og gott þetta því tvírutin svo mikilvæg í því. She left me standing all alone in the night when the stars had begun to weave the passion delight. Oh, pretty mama, don't you take me along for a ride. I stood there wishing with my heart in my hand that all of the promises were just for this man. And for a moment I believed in the things that she said. She's done it again, I didn't want her to. She's done it again, there's just no getting through. She's done it again, laid my heart on the line. She's done it again, gone and left me blue. She's done it again, there's just no getting through. She's done it again, laid my heart on the line. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.